Ekki bara byrja. Jæja, góðan daginn. Þá klukkan orðin 8:30 og við ætlum bara að byrja á slaginu. Verið velkomin á þennan morgunfund heilsueflandi vinnustaða sem að ber heitið Er allt í gulu á þínum vinnustað. Þetta í annað ári í röð sem við erum með þennan morgunfund sem tengt gulum september. Og við ætlum byrjaði að láta vita bara við erum að taka upp fundin, svo það sé á hreinu. Og við erum hérna komnar frá öllum 3 stofnunum. Heyrist lítið. Heyrist vel í mér. Einhver sem heyrir illa. Já, Nei, kannski bara láta vita því. Já, það komið. Ok, takk. Hérna, já, við erum hérna komnar frá öllum 3 stofnunum sem að heilsueflandi vinnustað standa. Ég heiti Hildur Guðný og frá embætti landlæknis. Svo það hérna Guðrún Rakel og Berglind frá Virk og svo María Jónsdóttir og Sara Hlín frá Vinnueftirlitinu. Og við ætlum að tala hérna bara trekk í trekk en hérna verðum með tíma í lokin fyrir spurningar. Þannig ef þið eru með einhverjar spurningar þá megið endilega bara setja það hérna inn í chatið og við getum farið yfir það í lokin. Það var eitt já, ef þið viljið fá glærur þá getum við sendt það líka. Þannig þá getið þið beðið það, við getum þess vegna sent á allan listan. Heyrðu, þá ætla ég bara að byrja og ég byrja á því að tala heilsueflandi vinnustaði og geðrækt í gulum september. Sem sagt, nú hérna alls konar fólk á fundinum og sumir eru kannski tengiliðir við heilsueflandi vinnustaði, aðrir hafa kannski rétt heyrt það. Svo einhverjir sem skráði sig, við fáum stundum að heyra það. Við skráðum okkur og svo höfum við ekki gert neitt mikið meira og hérna væri gaman að vita nákvæmlega út á hvað það stendur. Þannig að við ætlum ég ætla að fara bara svona aðeins yfir þetta helsta. Og byrjum aðeins að fara bara yfir hvað gulur september. Hérna, gulur september sem sagt frá 10. september sem alþjóðlegi forvarnadagur sjálfsvíga yfir í 10. október sem alþjóðlegi geðheilbrigðisdagurinn. Og þetta slagorð allt í gulu, það svona vísar til þessara samhygðar að við viljum láta okkur annt náungan og okkar nánasta samstarfsfólk. Og þetta samvinnuverkefni stofnana og félagasamtaka sem vinna að geðrækt og sjálfsvígsforvörnum. Og þetta svona í takt við það sem við viljum að sjálfsvígsforvarnir og geðrækt gangi út á. Að við skiptum öll máli, við getum öll lagt okkar af mörkum, við vinnum saman að geðrækt og sjálfsvígsforvörnum. Nú datt út. PowerPointið, einhverju daginn. Jú. Komið inn aftur. Eða kannski allir maður slökka á hljóðinu hjá sér. Með allir slökka á hljóðinu. Endilega. Já, svo það semikomman. Hún vísar til að það ekki punktur. Hún vísar til þess að við stefnum á seikluna og vonina og munum að það alltaf von, það ekki punktur, það framhald og það hjálp að fá og vinnum að því saman. Af hverju tengist þetta vinnustöðum svo spurningin. Þetta færa á milli skjáa. Þannig, ég fer bara þessa leið. Já. Vinnustöðum að það sem sagt við vitum að áhrifaþættir heilsufars og heilbrigðis og líðanar eru margir þættir og ef við erum þarna í miðjunni undir regnboganum þá vitum við það eru lifnaðarhættir eins og hvort við hreyfum okkur og nærumst vel og sofum vel sem skipta máli en líka félagstengslin sem rannsóknir sýna alltaf meir og meir hvað mikilvægur þáttur í okkar heilsufari, hvernig félagstengslin við okkar nánasta net og bara líka þá í leik og starfi og þá hvernig aðstæður og félagstengsl eru á vinnustað. Þannig út frá þessu í rauninni heilsueflandi vinnustaður búinn til og heilsueflandi vinnustaður fyrir þá sem ekki þekkja þá þetta í rauninni verkfæri sem allir vinnustaðir geta nýtt sér. Þannig það geta allir vinnustaðir
farið og á heimasíðu hjá okkur og skráð sig inn og kynnt sér þessa gátlista og þetta eru nokkrir gátlistar sem að rannsóknir sýna að beinast að þeim þáttum sem þekkt að hafi áhrif á lifnaðarhætti, heilsu og vellíðan starfsfólks. Og af hverju skiptir þetta máli? Að því að rannsóknir sýna líka að heilsuefling á vinnustað getur skilað af sér meiri starfsánægju, sterkari liðsheild, minni líkum á veikindum og slysum, minni starfsmannaveltu og aukinni sköpunargleði. Og svo það ávinningur fyrir starfsfólki sjálft að við vitum að fylgir því aukin vellíðan, bætt heilsa, meira traust og sjálfræði í starfi og svo bætt félagsleg tengsl sem að aftur hefur jákvæð áhrif á okkar nánasta umhverfi og fjölskyldu. Og í þessu verkfæri sem við bjóðum upp á eru 8 gátlistar og það þarna QR-kóði fyrir þá sem eru með símann uppi við. Það hægt að fara þar inn á heimasíðun okkar þar sem hægt að sjá allar upplýsingar þetta og það meðal annars hægt að skoða þessa gátlista. Og það eru mismunandi margar spurningar í hverjum gátlista frá 6 upp í 28 og þetta geta vinnustæðir nýtt sér í stefnumótun til að fylgjast með þróun og framgang í heilsueflingu á sínum vinnustað. Og við fáum stundum spurningarnar, nú ég búin að fylla út einn gátlista, hvert á ég fara næst, á hverju má ég byrja. Við í rauninni fylgjumst ekkert með því, við þið ráðið alveg hvernig ykkar heilsueflandi vegferð og við bara svona bendum á það að þetta lang hlaup og sumir spyrja líka, nú ég búin að svara öllum spurningalistum, ég þá búin? Nei, það ekki heldur alveg þannig, því að við erum til dæmis aldrei búin, ekkert frekar en við erum búin að tannbursta okkur. Þetta bara stöðug vegferð, þessi heilsueflandi vegferð. En þarna sem sagt hægt að forvitnast á heimasíðu okkar og við bara tökum glöð á móti spurningum og öllum ábendingum líka því að okkar verkefni heilsueflandi vinnustæður líka í stöðugri þróun og það má alltaf senda okkur á hávinat.landlæknir spurningar eða ábendingar. Þá það þegar við sendum út boð til tengiliði heilsueflandi vinnustaða þá sendum við út svona hugmyndir fyrir vinnustaði hvað hægt að gera í gulum september og ég ætla að fara aðeins yfir þessar hugmyndir. Við byrjum náttúrulega á því að benda á gátlistan okkar sem og þá sérstaklega vellíðan gátlistar og við mælum með að vinnustaðir prófi að fara aðeins yfir þennan lista. Í gátlistanum sem snýr að vellíðan eru til dæmis 17 atriði og segjum að við skoðum bara fyrsta atriðið 1.1, jákvæð samskipti og sálfélagslegt öryggi og lögð áhersla á jákvæð uppbyggileg samskipti og virðingu á vinnustaðnum. Þar hægt að skoða ítartexta og þá kannski sjáum við þar ef að vinnustæður vill skoða hvernig staðan hjá þeim. Mikilvægt að stjórnendur leggja áherslu á ástundun heilbrigða samskipta og hlúa að jákvæðum samskiptum með því að vera góð fyrirmynd og bjóða upp á fræðslu samskipta á vinnustað. Svona í tilefni af gulum september væri til dæmis hægt að fara yfir þetta. Hvernig höfum við nýlega boðið upp á fræðslu, hvernig eru samskipti á okkar vinnustað. Svo hægt að fara yfir eins og stendur hér nánar. Lögð áhersla á starfsfólk mæti hvort öðru með jákvæðu viðmóti og gagnkvæmu trausti og neikvæð orðræða svo sem niðrandi grín, baktal og neikvæð umræða minnihlutahópa sé ekki samþykkt. Það kjörið að fara yfir þetta, hvernig staðan á okkar vinnustað, erum við með samskiptasáttmála, höfum við farið yfir það á starfsfólksfundi til dæmis með okkar starfsfólki, til einheltisáætlun og hvernig bara staðan hjá okkur, kannski komið tíma á að uppfæra þetta. Þetta svona dæmi það sem að væri gott að fara í tilefni af þessum mánuði. Afsakið. Svo bara fjöldi atriða í gátlistanum vellíðan sem að eins og til dæmis skýrt og gott upplýsingaflæði, fjölbreytni og jákvæðar áskoranir og hvatning og viðurkenningu og endurgjöf og við bara hvetjum ykkur til að skoða þetta á heimasíðunni. Þessir gátlistar vellíðan þeir byggja svolítið vel á 5 leiðir af vellíðan og þeir sem ekki þekkja þetta þá eru í rauninni fjölda rannsóknir sem voru teknar saman til að skoða hvaða sem að hefur mest áhrif á vellíðan okkar. Og það eru þessir þættir sem að eru númer 1, myndum tengsl, að félagstengslin eru gífurlega mikilvæg og rannsóknir sýna það alltaf betur og betur. Tökum eftir
að það hvernig við getum verið í núinu og tökum eftir bara litlu hlutunum í umhverfinu okkar, stoppum aðeins og fylgjumst með bæði hvernig okkur líður, hvernig öðrum líður og litlu hlutunum í umhverfinu. Gefum af okkur, að það getur gefið heilmikla vellíðan að gefa af okkur og finna að við erum hluti af stærra samfélagi. Höldum áfram að læra, hér geta vinnustaðir til dæmis velt fyrir sér, erum við að bjóða upp á reglulega endurmenntun eða einhverja fræðslu sem að getur gefið starfsfólki sínu aukið sjálfstraust og nýjar hugmyndir. Og svo það hreyfum okkur. Rannsóknir hafa sýnt fram og tilbaka hvað hreyfing hefur jákvæð áhrif á líkamlega og andlega líðan og svefn og starfsþrek og fleira. Þannig að og það í okkar gátlistum sem sagt, sérstaklega myndum tengsl, félagstengslin og svo að hreyfa okkur, að þar eru gátlistar sem snúa stjórnunarháttum, starfsháttum, hreyfingu, útiveru og vellíðan og þar farið í mörgum spurningum inn á þessa og svo ítartexti þetta. Þannig það hægt að skoða þetta vel. Svo líka þetta plaggat sem ég sýndi fimlegra vellíðan, það hægt að nálgast á Heilsuveru og á heimasíðu hjá okkur embætti landlæknis. Það hægt að prenta það út og hengja upp á vinnustað. Það líka gefið út fimlegra vellíðan í gulum september og á nokkrum tungumálum. Og það hægt að hengja þetta upp. Önnur hugmynd sem við vorum svo með virknidagatal sem aðgengilegt á virk.is og á þessum QR-kóða. Ég tók sem sagt fimlegra vellíðan alla leið með það að læra eitthvað nýtt, að ég lærði að búa til svona QR-kóða og það gott að geta farið beint á síðuna með símanum og þarna sem sagt tekin alltaf nýr mánuður og í dag, nú sé ég þetta ekki nákvæmlega, en ég held í dag getum við látið eitthvað vita af styrkleika okkar á morgun, ef einhver vinnustaður myndi prenta þetta út og einhver starfsmaður mætir á morgun, þá það að staldra við og finna hvernig okkur líður og muna það bara og án þess að dæma að okkur líður bara svona í dag og við mætum okkur þar sem við erum stödd. Fleiri hugmyndir voru til dæmis það sem við nefndum að það hægt að taka saman heilsueflandi úrræði og stuðning í boði á vinnustað, kannski heilmikið í boði og kannski tími komin að svona bara benda fólki á það, það að nýta sér það fyrir sína heilsu, standa fyrir heilsueflandi viðburði fyrir starfsfólk með áherslu á að hlúa að geðheilsunni. Við vitum nokkra vinnustaði sem hafa gert svona hvernig hlúi ég að minni geðheilsu, hafa búið til dæmis blöð þar sem að þau skrifa bara nafnlaust hvernig þau hlúa að sinni geðheilsu og hengt upp á tré eða hver lykillinn að minni geðheilsu og hengt upp svona lykla. Þannig að þegar fólk í kaffipásu þá getur það að fara að kíkja, já, þessi fer í bað og ég fer í göngutúr og svo framvegis og fá góðar hugmyndir þar. Svo það þessi þáttur sem snýr að því að taka eftir úr fimlegra vellíðan, að taka smá tíma í hugleiðslu, ef það starfsfólksfundur, að vera með kannski leita hugleiðslu í 5 mínútur, eða eins og við gerum á lýðheilsusviði hjá embætti landlæknis, við byrjum fundin okkar á núvitundamínútu. Þannig að þegar við mætum þá byrjum við á því að setja bara tíma, 1 mínútu, þögn, allir bara mæta, finna hvernig okkur líður í dag. Og þá getum við haldið áfram. Svo það að leggja áherslu á gula litinn, kynna út á hvað gulur september gengur og svo eru fleiri viðburðir í gulum september, eins og ég segi, gulur september til 10. október, þannig að það hægt að fara á þennan fína QR-kóða og fara og sjá viðburði sem eru fleiri eftir. Svo það bara að muna hvað hvert og eitt getur gert, að huga að okkar eigin geðheilsu og geðrækt og okkar nánasta umhverfi, taka eftir hvort að það mögulega einhver sem að við getum aðstoðað eða að muna það að það hjálp að fá víða og það hægt að leita lausnum við þeim vanda og það til dæmis netspjall Heilsuveru á 1700 og 1700.is og sími. Svo hjálparsími Rauða krossins 1717 og 1717.is og svo það Píta síminn.
Og þá munum við eftir semikomunu að það ekki punktur, það alltaf framhald og við munum eftir að það alltaf von. Þá segi ég takk og býð ykkur. Já, bara góðan daginn og takk fyrir að taka þátt með okkur í dag. Já, ég heiti Guðrún Rakel Eiríksdóttir og verkefnastjóri sérfræðingur hjá VIRK. Og með mér María Jónsdóttir frá Vinnueftirlitinu og við ætlum að halda stutta kynningu og fá aðeins að segja ykkur frá forvarnar- og samstarfsverkefni Vinnueftirlitsins og VIRK sem fékk það frábæra heiti höfuð, herðar, hné og tær sem tilvísun í samnefnt lag sem flestir ættu að kannast við. En einnig það vísun í það að við þurfum að huga að vinnuvernd frá toppi til táar. Markmiðið með verkefninu í stuttu máli að vekja ungt fólk og svona þá sem eru nýir á vinnumarkaði sem og atvinnurekendur til umhugsunar vinnuvernd þannig að við komum öll heil heim ævina á enda. Já, svona göfugt markmið. En verkefni á sér smá forsögu sem byrjaði með því að það var gerður samningur á milli Vinnueftirlitsins og VIRK og svona upprunalegu skilaboðin sem við fengum var í rauninni að vekja ungt fólk til umhugsunar að beita líkamanum rétt við vinnu til að forðast stoðkerfisverki seinna á ævinni. Við sáum fljótt að það var ákveðin svona einföldun í rauninni og að taka eingöngu fyrir líkamsbeitingu og þá voru ekkert síður sjúkraþjálfararnir sem voru sammála því og við sáum að það var ekki síður mikilvægt að taka andlega líðan líka inn í myndina. Svona fyrir utan hversu sterk tengsl eru líka á milli andlegrar og líkamlegrar heilsu. Því var ákveðið að leggja áherslu á sálfélagslega vinnuumhverfið og þá þætti sem hafa áhrif á andlega líðan. Eins vildum við ekki eingöngu ná til unga fólksins, heldur einnig til atvinnurekenda og hvetja þá til að taka líka vel á móti nýju fólki á vinnumarkaði því þetta jú okkar framtíðar starfsfólk. Þannig að verkefni fól bæði í sér að móta þessi skilaboð sem vildu koma á framfæri til unga fólksins og atvinnurekenda og eins sem var kannski þá aðeins flóknara að finna út hvernig við ættum að ná athygli þeirra sem að taka svona sín fyrstu skref á vinnumarkaði. Það gat alltaf auga leið að það yrði árangursríkt að notast við samfélagsmiðla en svona eins og þið vitið þá alveg gríðarlega mikið efni þar inni og við þurftum einhvern veginn að ná svona í gegn. Og eftir nokkra fundi okkar á milli var niðurstaðan sú að það þyrfti að finna eitthvað svona búm eins og við kölluðum það til þess að ná þessari athygli. Og þá kom upp þessi hugmynd að fá hönnuð eða teiknara til að búa til frumlega mynd sem myndi ekki bara fanga athygli fólks, heldur líka láta það vilja vita meira. Og við settum okkur í samband við nokkra hönnuði og teiknara og endum að því að fara í samstarf með þeim Pétri Stefánsinni og Hrefnu Lind Einarsdóttur en þau eru bæði grafískir hönnuðir. Þau fengu ákveðnar grunnupplýsingar frá okkur þetta verkefni og hvaða markmiðum við vildum ná en höfðu svo bara nokkuð frjálsar hendur svona í sinni listrænu vinnu. Við miðluðum því til þeirra að við sæjum fyrir okkur starfsmann sem svona ungur, nýr, óreyndur og vildi leggja áherslu á ábyrgð atvinnurekenda og samstarfsfólks í því að þessum nýja starfsmanni liði vel í starfi og fengi jákvæða reynslu af vinnumarkaði. Hönnuðirnir fengu einnig að vita að starfsfólk mætti vera öllum kynjum og ekki endilega öll af íslenskum uppruna, eins að við værum að líta til heilbrigðs vinnuumhverfis í víðum skilningi og við værum bæði að horfa þá til álagstengt stoðkerfi, til dæmis hvernig starfsfólk beiti líkama sínum við vinnu, en einnig til þessa sálfélagslega vinnuumhverfis sem snýr það að samskiptum á vinnustað, félagslegum stuðningi og svo framvegis.
Og svona áður en við skoðum heildarmyndina og boðskapinn á bak við hana, langar okkur að sýna ykkur hérna örstutt hvernig þetta birtist á samfélagsmiðlum annars vegar og svo á hægra megin á myndinni sem sagt vefborði. Þannig að við byrjum hérna á Þarna gátu við heyrt stefið sem svona flest þetta kannast við og þarna sjáum þið þá vefborða sem birtist meðal annars á MBL og Vísi og var þá hægt að klikka þarna á til þess að fara þá á lendingarsíðuna og fá svona frekari fróðleik. En hérna má svo sjá þetta glæsilega listaverk sem Pétur og Hrefna teiknuðu. En þetta eru samtals 27 senur sem koma þarna fyrir í lögun mannslíkama. Og hægt að líta á myndina sem ákveðna táknmynd fyrir íslenskt atvinnulíf í fjölbreyttri mynd. Því eins og sjá má þá eru hinar ýmsu starfsstéttir þarna sýnilegar, en myndi getur líka táknað svona innri líðan og hugsanir starfsmannsins. Við vildum með myndinni sýna hluta af þeim þáttum sem hafa áhrif á heilsu og líðan á vinnustað, en þetta fallega orð vinnuvernd snýst einmitt að stuðla að bæði andlegri og líkamlegri heilsu og vellíðan í vinnuumhverfinu. Og til að fara aðeins nánar þá ætlum við að kíkja hérna á höfuðið, en eins og sjá má þá ef við hérna kíkjum hann í augað þá eru þess 2 starfsmenn að svona fara yfir skipulag vinnuvikunar, en það gott að hafa yfirlit yfir verkefni og svona vita til hvers ætlast af manni og það getur meðal annars hjálpa til að svona stuðla að því að tryggja jafnvægi á milli vinnu og einkalífs. Einnig má líta á auga sem hérna táknmynd fyrir að koma auga á tækifæri og til að skapa góðan vinnustað. Þannig að það hægt að túlka þetta svona ýmsa vegu. Og í eyranu síðan þarna þessi starfsfólk að ræða einhverja brilljant hugmynd og það getur verið skoðanir þá bæði nýs og eldra starfsfólk sem þurfa að fá að koma fram og við þurfum að vera tilbúin að hlusta á aðra, svona með opnum huga. En svo má líka horfa á eyrað og hugsa áhrifin sem of mikil hávaði hefur á líðan og hvort að það sé leita allra leiða á vinnustæðinu til að draga úr slíku áreiti eins og hægt er. En svo þegar kemur að því að sjá líðan okkar þá eru við nú bara eins misjöfn og veru mörg og þá getur verið gott að nýta verkfæri líkt á streitustegan sem þið sjáðu þarna efst í höfðinu og það er svona tækifæri til þess að skapa sameiginlegt orðfæri og þar með svona sameiginlega grundvöll samtali í vinnunni. Og nátengt eyranu þarna munnurinn en svona góð og uppbyggileg samskipti geta eflt okkur í starfi. Það getur verið krefjandi að takast á málefni á gagnrýninn hátt en engu að síður það mikilvægur þáttur í mörgum störfum. Og að lokum þetta dásamlega smáatriði í nefinu þar sem búið að teikna viftu sem minnir okkur á hversu miklu máli það skiptir að loftgæði vinnustað séu góð. Ekki satt, María? En nú ætla María að taka við og færa sig aðeins hérna neðar í myndina. Ekki svo vel. Já, takk kærlega fyrir þetta Guðrún. Mig langar að halda áfram og sýna ykkur nokkra senur í viðbót úr búknum hinnar ýmsu birtingamyndir vinnuverndar, bæði hvað varðar andlega og líkamlega veljan. Það má til dæmis sjá starfsfólk á bifreiðaverkstæði nýta nokkra lausamyndir að gera æfingar. Einnig má sjá starfsfólki heilbrigðisgeira, aðstoða skjólstæðing og rúmi með léttitæki og góðri líkamsbeitingu. Okkur langaði líka að leggja áherslu á hvað reglur hreyfing skiptir miklu máli, bæði fyrir andlega og líkamlega heilsu og því ein sena þar sem sjáum á starfsmann koma hjólandi í vinnuna og samstarfsfélaga sem ánægður með framtakið. Ég fór aðeins og rætti það. Mér langaði líka að nota tækifæri og benda á senu með viðru neðstri miðju, þar sem stjórnandi og starfsmenn að ræða opinskátt sína líðan, en viðrun eitt af því sem Vinnueftirlitið hefur að leggja áherslu á til að efla heilbrigð samskipti í vinnuumhverfinu. Og í hjartanu svo eina mínum uppáhaldssennum, en þar verið að ráða nýjan starfsmann í fyrirtækið, en miklu skiptir að vel sé tekið á móti öllu nýju starfsfólki og að það upplifi sig sem hluta af hópnum. Nú stór hluta verkefninu var að opna lendingasíðu með gagnlegu og við fórum að stað með auglýsingaherferð í byrjun júní sem að Guðrún var að sýna ykkur dæmi áðan, en þegar fólk smelt á myndina á samfélagsmiðlum þá fór það inn á þessa síðu hhht.is sem stendur þá auðvitað fyrir höfuð, herðan, hné og tær.
og efnin á síðunni er skipt í 4 flokka, það er starfsfólk framtíðarinnar, hvað er vinnuvernd, svo er einn kafli líkamsbeitingu og hreyfingu og síðasti kaflinn veljan í vinnu sem við viljum sérstaklega leggja áherslu á núna í tengslum við Guðlan september. Og undir hverjum kaflaða flokki er síðan meiri fróðleikur og linkar á efni frá stofnunum 2. Og ég ætla rétt að fá sýna ykkur aðeins bara hvern kafla. Kaflinn starfsfólk framtíðarinnar er fyrstur, en þar erum við meðal annars að fjalla mikilvægi þess að taka vel á móti nýju starfsfólki, finna leiðir til að öllu fólki líði vel í vinnunni og hlusta á hvert annað. Við komum inn á traust, fjölbreytileika og heilbrigða vinnustafmenningu, en við erum líka að fjalla að kynslóðir geta upplifa vinnuumhverfi á mismunandi hátt og því mikilvægt að unga fólkið hafi rödd á vinnustanum og að stjórnendur séu opnir fyrir nýjum hugmyndum og lausnum. Okkur fannst þessi kafli nauðsynlegur vegna þess að hugtakið vinnuvernd er ekki endilega augljóst öllum og við viljum með þessu leggja okkar að mörkum til að stuðla að því að vinnuvernd verði hluti af daglegu starfi vinnustaðarins. Því vinnuvernd snýst nefnilega ekki bara að forðast augljósar hættur í vinnuumhverfinu eins og hættuleg tæki og vélar eða hættuleg efni, heldur eins og fram hefur komið að huga líka að líkamlegri og andlegri heilsu og veljan starfsfólks. Við fjöllum líka mikilvægi þess að öll á vinnustaðnum taki þátt í daglegu vinnuverndarstarfi og að það ríki samvinna á milli atvinnurekenda, stjórnenda og starfsfólks. Undir þessum kafla er síðan fróðleikur stóðkerfisverki og hvernig birtingarmynd þeirra getur verið mismunandi. En stóðkerfisverkir eru því miður nokkuð algengir hjá fólki á vinnumarkaði og önnur stærsta ástæða örorku á eftir geðröskunum. Ein algengasta tegund stóðkerfisverkja eru mjóbaksverkir, en á heimsvísu eru mjóbaksverkir algengasta ástæða færniskerðingar sem þýðir einfaldlega að verkirnir eru að hafa áhrif á þitt daglega líf og þar á meðal á vinnu. Yfirleitt orsakast stóðkerfisverkir af mörgum samverkandi þáttum. Eins og við myndumst á í upphafi þá getur verið mikil tenging á milli andlegrar og líkamlegar líðanar, til dæmis þegar kemur að verki upplifun og líkamsbeitingu, en aðri þættir sem geta haft áhrif eru til dæmis umhverfisþættir, svo sem hávaði, lýsing og fleira, og loks einstaklingsbundnir þættir, svo sem svefn, kyn og aldur. Og í þessum kafla fjöllum við forvarnir gegn einkennum frá stóðkerfi, til dæmis mikilvægi þess að fá fræðslu og þjálfun góða líkamsbeitingu og notkun léttitækja, mikilvægi þess að draga úr einhæfri vinnu eins og hægt er, huga að næringu, reglur í hreyfingu og góðum svefni og reyna að fyrirbyggja streitu. Og já, rétt aðeins inn í lokin. Takk. Svo er alltaf gátt að minna það að huga fjölbreytni við vinnu og eins og sjáum á myndinni þá er annar aðalinn sitjandi á bolta og hinn stendur við vinna. Og þessi kafli byrjar að mínu mati á lykilsetningu þar sem að öryggi og veljan starfsfólks ætti vissulega að vera grundvallaratriði á hverjum vinnustað. Við nefnum þætti sem móta vinnuumhverfið og hafa áhrif á veljan starfsfólks, líkt og skipulag, stjórnun, samskipti og stuðning. Einnig bendum við á nytsamleg verkfæri líkt á streitustigann og efnum ECHO sem er skammstöfun fyrir einelti, kynferðislega áreitni, kynbundna áreitni og ofbeldi. Og Sara Hlín, samstarfskona mín hjá Vinnueftirlitinu, ætlar að taka umræðan veljan í vinnu enn lengra hér á eftir og segja ykkur frá veljan á vinnustað út frá sjónarhorni vinnuverndar. Áður en ég hleypi sögur af langar með að segja ykkur örstutt frá næsta skref í verkefnu. Núna föstudaginn næsta ætlum við að keyra af stað aðra herferð og það voru gerðar smávægilegar breytingar á myndinni sjálfri og hún var sett í meiri haustbúning. Einnig bætum við birtingar frá því sem var í sumar og auglýsum núna einnig á skiltum við líkamsræktarstöðvar þar sem margir nýta hausti til að mæta grimmt þanga. Og það var síðan ákveðið að gera eina stóra breytingu sem er svo að við bættum við svokölluðum talsennum og vonumst þannig til að fá enn meira athygli. Og talsennuna virka þannig að þegar zoomað er inn á herbergi auglýsingu þá heyrist tal á milli einstaklingana sem er á myndinni. Og við vonum að þessi breyting dragi enn meira athygli efnu. Við getum því miður ekki leyft ykkur að heyra dæmi því þetta er í lokavinnslu akkurat núna, en við hvetjum ykkur eindregið til að fylgjast með á föstudaginn og næstu dag og vikur
og að sjálfsögðu hvetjum við ykkur líka eindregið til að fara inn á heimasíðuna og kynna ykkur efnið og ef ykkur líst vel á að kynna þetta áfram fyrir ykkar fólki. Takk kærlega fyrir okkur. Sara, gjörðu svo vel. Sæl, ég þarf kannski að halda á þessu, komið þið sæl og blessuð. Ég heiti Sara Hlín og ég starfa hjá Vinnueftirlitinu sem sérfræðingur og ég starfa líka sem verkefnisstjóri ECHO-verkefnisins sem að María kom aðeins inn á áðan. Og ECHO stendur fyrir einelti, kynferðislega áreitni, kynbundna áreitni og ofbeldi í vinnuumhverfinu. Erindi mitt í dag kallast vörður að velja á vinnustað út frá sjónarhorni vinnuverndar og með því langaði mig svolítið að nýta tækifærið í umræðinni sem hefur verið í gangi núna bara undanfarin misseri og ár þá þætti sem hafa áhrif á veljiðan og þeir eru þetta ótal margir eins og Hildur kom inn á áðan, margir gátlista sem þarf að tikka í og fylgja til þess að við náum þeim árangri að stuðla að veljan á vinnustað. En vinnuverndin sem slík hefur kannski stundum eða ekki endilega verið stór hluti af þeirri umræðu og ég vil því endilega nota tækifæri núna og lyfta því svolítið upp og benda á hvernig vinnuverndin svona fléttast inn í veljan á vinnustað og í rauninni forsenda fyrir því að við getum stuðlað að veljan á vinnustað. Ég ætla líka að flétta inn í erindi mitt í dag vegferð sem við hjá Vinnueftirlitinu höfum verið á undanfarin misseri sem tengist því að við höfum viljað svona einmitt lyfta upp þessu hugtaki vinnuvernd og svona útskýra svolítið fyrir samfélaginu og fólki á vinnumarkaði hvað hún snýst og mikilvægi hennar. Og þannig að ég ætla svona að nota tækifæri líka til að benda á efni sem við höfum verið að þróa meðal annars sem hluta af ECHO-verkefninu og svona benda á hvernig það er að nýta það til að takast á við ýmsar áskoranir á vinnumarkaði sem að við svona hafa svolítið verið að koma til okkar undanfarin misseri meðal annars út af heimsfaraldri og þannig að ég ætla svona að reyna líka að hafa fyrirlesturinn aðeins hagnýtan. Fyrst kannski ágætt að fara aðeins yfir það hvaða sem að hvaða áskorunni vinnuverndin að standa frammi fyrir svolítið í dag. Vinnuverndin stendur alltaf fyrir nýjum áskorunum vegna þess að hún þróast svolítið með í takti við þá þróun sem á sér stað í samfélaginu og í heiminum öllum og í kjölfar COVID og MeToo vitundavakningarinnar að þá auðvitað var svona meiri fókus á hana sálfélagslega hluta vinnuverndar sem að svona eru þeir þættir í vinnuumhverfi sem snerta meira skipulag stjórnun og samskipti og þeir geta haft áhrif á okkar andlegu líðan og heilsu ef að það er ekki haldið vel utanum þá. Áskoranirnar sem komu fram í kjölfarið á heimsfaraldri voru meðal annars hætta á einangrun og einmanaleika meðal starfsfólks og ójafnvægi vinnu og einkalífs. En ástæðan er meðal annars sú að það breyttist auðvitað svolítið margt í heimsfaraldrinum. Við fórum að vinna meira heima, við fórum að vera minna í svona samskiptum við samstarfsfólkið og við fórum að nýta meira tæknina og svo framvegis. Þannig að hættan á því að við myndum kannski svona upplifa neikvæðar tilfinningar eins og það að við varum ekki að tengjast vinnustaðnum, að við fengjum ekki nægilegar upplýsingar, við vissum ekki hvað var að gerast. Svona það var svona ákveðin svona ógn sem að kom frá því og það er eitt af því sem að við höfum svolítið verið að reyna svona að fókusera á í okkar til dæmis ECHO-verkefni. Það er mjög mikilvægt að huga að
það mjög mikilvægt að við hugum að því hvernig sálfélagslegt vinnuumhverfi hefur þessi áhrif og andlega líðan og við verðum og stjórnendur sérstaklega þurfa svolítið að hugsa að þegar þeir eru til dæmis áhættu meta vinnuumhverfið að þá þarf að huga bæði að þeim líkamlegu þáttum sem hafa áhrif á líkamlega heilsu en líka þessum þáttum sem geta haft áhrif á þessa andlegu heilsu. Og ég tek bara eitt dæmi þarna, til dæmis, þetta getur verið svolítið lúmskt, en til dæmis ef að það óskýrt fyrir starfsfólki hvað á að gera, það ekki ljóst hvaða kröfur eru gerðar til þess, það ekki ljóst hver ber ábyrgð á ákveðnum verkefnum, hlutir sem eru ekki skýrir fyrir fólki geta valdið ágreiningi, geta valdið misskilningi, geta jafnvel valdið því að fólk fer að leggja í einelti eða beita áreitni og þetta svolítið gerir svona lúmskt ef maður ekki að fylgjast með. Og þess vegna mjög mikilvægt að stjórnendur séu meðvitaðir það að það þarf að áhættu meta sálfélagslega þætti, alveg eins og alla aðra þætti sem hluta af áætlunum öryggi og heilbrigði á vinnustaðnum. Eins og ég sagði áðan í innganginum þá það svolítið erum við á þessari vegferð hjá Vinnueftirlitinu og viljum lyfta svolítið upp vinnuverndinni sem hluta af þessari umræðum veljiðan og mér langar svolítið að taka fyrir sérstaklega þennan þátt í vinnuverndinni sem snýst öryggið. Öryggi skiptir rosalega miklu máli. Öryggi á vinnustað gerir það verkum okkur líður vel, við upplifum að við séum vernduð gegn hættum og heilsutjóni, bæði andlegu og líkamlegu heilsutjóni og það sem kemur með auknu öryggi að við fáum svona ákveðin vinnufrið, við getum einbeitt okkur og við getum svolítið bara verið afslöppuð í vinnuumhverfinu og óttast okkur sjálf og heilsun okkar. Áherslan á öryggi hefur alltaf verið skýr í vinnuverndinni en sálrænt öryggi eitthvað sem við höfum svolítið verið að lyfta upp núna sem hluta þessum sálfélagslega hluta vinnuverndar og sálrænt öryggi það öryggi sem við upplifum sjálf, það ekki eitthvað sem við getum endilega séð eins og við getum séð þegar að til dæmis vélar eru öruggar vegna þess að það eru hlífar eða við erum örugg með fallbelti þegar við erum að vinna í hæð. Þannig að svona áþreifanlegt að við erum örugg, en sálrænt öryggi meira það sem við upplifum í okkur sjálfum. Og eins og til dæmis bara að þegar samskipti eru opin og heiðarleg og byggja trausti, að þá upplifum við þetta sálfélagslega öryggi. Og það með því kemur mikill ávinningur. Bæði fyrir okkur sjálf, okkur líður vel, við upplifum að við treystum öðru samstarfsfólki, við treystum því að við getum deilt okkar hugmyndum, við getum deilt okkar lausnum á vandamálum og svo framvegis án þess að vera gagnrýnd fyrir það eða fá neikvæð viðbrögð. Og við upplifum líka að það sé hlustað á okkur og að við skiptum máli í vinnuumhverfinu sem mjög mikilvægt líka. Þegar að ég fór aðeins að hugsa það því ég var að gera hann fyrirlestur hvernig öryggi í rauninni hversu mikilvægt það fyrir okkur. Og þá fór ég að hugsa það út frá aðstæðum sem ég lenti í ekki fyrir löngu. Þar sem að ég var stödd á stað þar sem ég upplifði öryggi mínu væri ógnað. Og ég fann bara hvernig svona einhvern veginn líkaminn á mér herti svolítið saman og ég upplifði svona streitu í líkamannum og ég einhvern veginn fann hvernig ég var svona tunnel vision eða svona maður fór einhvern veginn að meira fókusera að leita að hættum í vinnuumhverfinu. Og það var ekki, það komst ekkert annað að í huganum á mér á meðan og ég fór að hugsa hvernig það ætli að sé að vinna við aðstæður, til dæmis að vinna við hættulega vél ef þú ert ekki með hlíf eða vinna við hættulega efni, ef þú ert ekki með réttan búnað til þess að vernda lungun, þú náttúrulega ert ekki með sama fókus þegar þú ert öruggur og þar af leiðandi hætta á slysum og heilsutjóni og mistökum. Þannig að það svolítið mikilvægt þegar við hugsum öryggi, það svo dýrmætt þegar að við finnum að við erum ekki örugg, þá föttum við mikilvægi þess. Svo auðvitað eitt sem svolítið áhugavert með öryggið að það skal ég segja þér, hvernig skipti ég, myndin kemur ekki upp, gerði það? Já, svona takk, hvað heitir það? Já,
við sjáum þarna þarfa píramída Maslow, mér var svo áhugavert að skoða þetta vegna þess að þarna kemur svolítið skýrt í ljós hvað öryggi algjör forsenda fyrir því að það sé hægt að stuðla að og efla aðra vellíðunar aukandi þætti, eins og félagsleg tengsl, eins og lærdóm og þroska og svona virðingu gagnvart okkur sjálfum. Og þetta auðvitað bara kannski sýnir svart á hvítu að bæði andlegt og líkamlegt öryggi svona ákveðin forsenda fyrir að við getum haldið áfram að vinna að vellíðan. Já, svo þegar mér varst áhugavert líka þegar ég var að vinna að þessum fyrirlestri að sonur minn sem 17 ára, hann vildi meina að væri búið að uppfæra þennan píramída og hann liti svona út í dag. En ég veit ekki alveg hvort að þetta sé teiknað eða hvort þetta sé alvöru. En já, allavega þá erum við, mér langaði líka aðeins að tala við ykkur heilbrigða vinnustaðamenningu, en hún hefur svona, þessi vinnustaðamenning og umræðum hana, hún hefur farið svolítið hátt hjá okkur undanfarið hjá Vinnueftirlitinu og við höfum svolítið viljað lyfta henni upp vegna þess að hún hefur ótrúlega mikilvæg og mótandi áhrif á það hvernig okkur líður í vinnuumhverfinu og eins og kemur þarna fram að þá mótast hún svolítið af þeim gildum og venjum og viðhorfum sem að við tilengum okkur í vinnuumhverfinu og það mótar síðan okkar hegðun og það hvernig við komum fram við annað fólk, hvernig við vinnum með öðru fólki og hvernig við leysum úr málum. Og það mjög mikilvægt að þegar við viljum að vinnustaðamenningin okkar sé jákvæð og heilbrigð og við leggjum áherslu á þætti eins og virðingu, opin og heiðarleg samskipti, gott aðgengi að stuðningi og svo framvegis. Ef að við leggjum áherslu á þessa þætti, þá verður það hluti af menningunni. En það mikilvægt að stjórnendur að þeir átti sig á því að til þess að menningin í rauninni komi fram í hegðunin okkar, í samskiptunum okkar, þá verða þeir svolítið að ganga undan sem fordæmi. Vegna þess að þegar þeir ganga undan sem fordæmi þá tilengum við okkur það sem að við sjáum þá gera. Þannig að það mjög mikilvægt að þeir svona átti sig á því hversu mikla ábyrgð í rauninni þeir hafa á því að móta vinnustamenningu og það skiptir máli hvernig þeir koma fram og hvernig þeir tala og einmitt hvort að þeir sé að leggja áherslu á öryggi eða ekki, vegna þess að þá upplifir starfsfólk að það sé öruggara í vinnuumhverfinu ef að stjórnendur svona að ganga undan með þessu fordæmi. Þannig að það mjög mikilvægt að svona hugsa þessa vinnustaðamenningu sem hluta af því að móta vinnuumhverfið okkar. Og það annað sem við áttum okkur á með vinnustaðamenninguna að hún rosalega mikilvæg til dæmis varðandi það hvort að einelti áreitni og ofbeldi fá að viðgangast á vinnustöðum. Þegar að vinnustaðamenningin heilbrigð og þá verið að leggja áherslu á ákveðin gildi eins og virðingu og vinsemd, inngildingu og traust. Og þetta eru þættir sem að móta heilbrigða vinnustaðamenningu og gera það að verkum að til dæmis fólk treysti sér til þess að láta vita ef það upplifir eða verði vitni að einelti eða áreitni eða ofbeldi í vinnuumhverfinu. Og það svo mikilvægt að stjórnendur taki þátt í því að tala gegn slíkri hegðun vegna þess að þegar þeir gera það, þá eru þeir að móta það í hugum okkar hinna. En auðvitað það þannig að vinnustaðamenningin hún samvinnuverkefni og við þurfum öll að taka þátt. Við þurfum öll að vera ábyrg og við þurfum öll við þurfum að vinna saman stjórnendur og starfsfólk að því að stuðla henni og viðhalda henni vegna þess að það ekki nóg að stjórnendur einir gangi á undan. Fólk þarf svolítið að fylgja með og taka þátt og sýna svona ábyrgð í verki. Eins líka bara ábyrgð á eigin hegðun og hvernig það kemur fram við aðra og auðvitað ekki leggja einelti og ekki koma fram við aðra í slíkum samskiptum. Mér langar að benda hérna á sem hluta af vinnustaðamenningunni að sem hluta af ekkoverkefnin okkar sem við höfum verið að vinna undanfarin 2,5 ár, að þá höfum við þróað mikið af fræðsluefni og hagnýttu stoðefni, meðal annars vinnustaðamenningu og traust, sálfélagslegt öryggi sem hluta af trausti og við höfum unnið að gátlistum sem hægt að nýta til að taka þessi fyrstu skref þó sé ekki nema bara til að hvetja til umræðu vinnustaðamenningu inn á vinnustöðunum
Og þannig ég hvet ykkur endilega til að nýta það og það allt aðgengilegt inn á vefsíðunni okkar vinnueftirlit.is. Mér langar líka að taka aðeins fyrir mikilvægi þess að mikilvægi forvarna á vinnustöðum sem hluta af ábyrgri og öflugri vinnuvernd. Við höfum lagt mikla áherslu á það í EKKO-verkefninu okkar meðal annars að vekja vinnustæðana svolítið til umhugsunar mikilvægi forvarna og lyfta þeim upp og auðvitað hefur það sérstaklega verið í gangi í kjölfarið á MeToo. Og eitt af því sem við gerðum í EKKO-verkefninu var að við bjuggum til myndband sem kallast forvarnir og viðbrögð við einelti ofbeldi, þar sem við fórum svolítið yfir forvarnir og hvernig á að bregðast við málum sem komu upp. Í myndbandinu meðal annars talaði mikilvægi áætlanir öryggi heilbrigðis og áhættumat sem hluta því. Við erum líka að tala mikilvægi þess að bregðast hratt við málum sem koma upp og það lykilatriði til þess að uppræta hegðun sem á ekki að viðgangast í vinnuumhverfinu. Hluti af því var að við bjuggum til flæðirit sem við sjáum mynd af þar sem að hjálpar stjórnendum eða þeim sem að koma að rannsókn mála við að skoða mál og flæðiriti byggir bæði á reglugerð og þeim aðgerðum sem að vinnustæðir eiga að vinna samkvæmt henni, en við ákvaðum líka að bæta við svona gagnlegum upplýsingum sem að væri gott að hafa í hugað við rannsókn slíkra mála. Og bæði þetta flæðirit og gátlisti eru aðgengileg inn á síðunni okkar. En í fræðslumyndbandinu þá erum við líka að tala aðrar forvarnir sem mikilvægt sem að geta hjálpað okkur við að stuðla að heilbrigðu vinnuumhverfi og þar erum við meðal annars að tala samskiptasáttmála og hvetja svolítið til þess að gera það, eins og hann auðvitað býr til ákveðin ramma fyrir samskipti og viðbrögð á vinnustaðnum og svona aðstoðar fólk við að eiga í heilbrigðum og góðum samskiptum og fólk svona veit þá hvar það á að setja mörk og svona hvað ætlast til að þeim í samskiptum. Annað sem við nefnum í myndbandinu viðrun og eins og María kom inn á áðan og þá höfum við hjá vinnueftirlitinu svolítið verið að lyfta því upp í okkar vegferð, en viðrun svona hugsuð til þess að starfsfólk og stjórnendur geti átt svona samtal upplifun af vinnuumhverfinu og ef það til dæmis eitthvað sem að starfsmaður hefur áhyggjur af, til dæmis varðandi einhverja hegðun eða eitthvað sem að hann hefur áhyggjur af varðandi álag eða eitthvað slíkt, að þá getur hann rætt það að viðra þessa upplifun sína við stjórnendur. Og það svo mikilvægt að stjórnendur fái þetta tækifæri til þess að hitta starfsfólkið, fá upplýsingar hættur í vinnuumhverfinu sem kannski hann veit ekki en starfsfólk veit og það hafi tækifæri til þess að koma þeim upplýsingum áleiðis, þannig að þá geta stjórnendur brugðist hratt við og komið í veg fyrir að mál þróist eða vandamál þróist og stigmagnist. Og það mikilvægt að stjórnendur sem hluta því að bjóða upp á einhvers konar viðrun eða svona samtal við starfsfólk. Það mjög mikilvægt að stjórnendur taki vel á móti fólki, það láti það vita að það sé aðgengilegt, það sé hægt að koma og tala ýmislegt og allt sem að starfsfólk upplifa og leið fær stjórnendur tækifæri til þess að grípa inn í, veita stuðning, veita nauðsynlegar upplýsingar, til dæmis varðandi mál sem fólk vill láta skoða og snertir einelti ofbeldi. Það mjög gaman að segja frá því að við hjá Vinnueftirlitinu höfum sjálf verið að fara í gegnum gerð samskiptasáttmála og það hefur verið ótrúlega skemmtileg vegferð og svona þegar ég búið að hugsa það hverju það skipti eins og bara fyrir mig sem starfsmann hjá Vinnueftirlitinu að það svo gott að finna það hvar að við megum setja mörk og við eigum að setja mörk, við eigum að koma vel fram við aðra, það svo gott að fá þessa áminningu og einhvern veginn við erum öll með sömu sýn á það hvað svona æskileg og óæskileg hegðun og það bara mjög gott að ramma inn svona hvernig við viljum hafa samskiptin og það líka svo gott að við unnum þetta öll saman, það komi allir að þessari vinnu
og það að fá að taka þátt í því að móta slíka samning eða sáttmála ótrúlega dýrmætt. Ég hvet vinnustað algjörlega til að skoða þetta og við höfum tekið saman í blöðung inn á heimasíðun okkar svona punkta eða svona gátlista fyrir það hvernig á að standa að gera samskiptasáttmála og hvað snýst. Við höfum líka tekið upp á því hjá Vinnueftirlitinu að bjóða upp á þessa viðrun eins og ég talaði áðan. Það hefur verið ótrúlega jákvæð, hefur haft ótrúlega jákvæð áhrif og ég fór að hugsa það einmitt líka þar sem ég upplifi að maður hefur svo gott aðgengi að þeim sem maður þarf að tala við ákveðin mál sem þarf að leysa. Og í staðinn fyrir að málin svona einhvern veginn að veltast í manni og maður fyrir jafnvel að tala það við aðra sem að kannski með neikvæðum hætti að þá einhvern veginn gengur maður bara beint í það að leysa hlutina og fá stuðning til þess. Þannig að það hefur einhvern veginn haft mjög mikil jákvæð áhrif á vinnustaðmenninguna. Það bara verið að leysa úr málum, þau ekkert látin malla eða svona hafa þessi neikvæð áhrif. Og ég hvet bara vinnustaði til þess að skoða líka viðrunina og við erum einmitt eins og ég sagði áðan búin að taka saman upplýsingablöðung viðrun. Mér langar líka bara að benda á fræðslumyndbönd vinnustaðamenningu og fræðslumyndbönd traust aftur vegna þess að vinnustaðamenningin hún getur verið mjög áhrifarík forvörn gegn einelti og ofbeldi og gegn svona öðrum sálfélagslegum áskorunum. Og ég bara hvet alla til að kynna sér það efni inn á heimasíðun okkar. Þá ætla ég bara svona rétt að taka þetta saman í lokin. Ég hef stiklað á stóru. Ég hef svona reynt að færa rök fyrir því að vinnuverndin sem byggir á sálrænu og líkamlegu öryggi mikilvægur þáttur í vellíðan og kannski forsenda þess að hægt sé að efla veljan á vinnustöðum. Það mikilvægt að leggja áherslu á bæði líkamlegt og sálrænt öryggi þegar við hugsum til dæmis áhættumeta vinnuumhverfið. Við þurfum að átta okkur á ávinningnum sem kemur af til dæmis sálfélagslegu öryggi. Þau stuðla að starfsánægju og betri samskiptum, stuðla að trausti og svo framvegis. Og við þurfum líka að hugsa þessa 3 þætti sem að snerta sálfélagslega vinnuumhverfið, skipulagi, stjórnunin og samskiptin og mikilvægi þess að fylgjast með þeim og þar lykillinn auðvitað að vera í nánu og opnu samskiptum við starfsfólk. Vegna þess að þarna erum við að tala hættur sem ekkert endilega sýnilegar, heldur meira eitthvað sem fólk að upplifa og þá skiptir miklu máli að gefa fólki tækifæri til þess að tala það hvernig líður og þá getum við aftur bent á viðrunina sem væri gott svona innlegg þar. Svo bara þarna búin að taka fyrir alla punktana. Mér langaði bara að lokum að láta vita að ef að einhverjir vilja fá glærurnar þá það sjálfsagt. Ég hef tekið saman í aftustu glæruna linka inn á efnið okkar og þannig að þá getið þið svona séð hvar það aðgengilegt á heimasíðunni okkar. En annars bara þakka ég kærlega fyrir mig og bara eigið góðan dag. Takk kærlega fyrir þetta, Sara, ótrúlega mikilvæg og gagnleg skilaboð þarna. Við höfum tíma fyrir fyrirspurnir ef það eitthvað sem þið vilja kasta hérna til okkar. Já, má rétt upp hönd til dæmis. Ef það eitthvað, fáum smá klapp hérna. Þannig að ef þið hafið einhverja spurningar til einhverja okkar, þá bara gerið þið svo vel. Já, getum tekið saman einhverja glærur og sendt þá bara á netföngin. Við erum með þau öll skráð. Það lítið mál með þessum tenglum, kannski líka okkar tengil. Getur henni sett bara allar glærur á listan af þáttakendum eða eigum að fá sent. Hverjir vilja fá? Já, við sendum bara á alla sem eru skráðir hérna á fundin. Já. Já, ef fólk ekki skráð þá hægt að senda okkur bara tölvupóst. Já, það forvarnir@virk.is eða netföngin okkar. Hávinn@landlæknir. Þetta senda þangað líka. Komið.
En ok, mér sýnist ekkert vera neinar spurningar, það enginn eitthvað að brenna inni með eitthvað sérstakt, þannig að þetta hefur kannski verið nokkuð skýrt hjá okkur inn í dag. En þá bara þakka ég aftur kærlega fyrir þáttökuna á þessu morgunfundi okkar núna í morgunsárið og viljið þið bæta ykkur við, stelpur? Takk fyrir komuna bara. Já. Takk fyrir okkur og stoppið upptökuna.